Komið sæl. Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr þessari bók, en fyrst ætla ég að kynna konuna sem situr við hliðina á mér. Og það er Hildur Knútsdóttir sem er í röndóttum kjól við hliðina á mér. Já, ég skrifaði þessa bók með Þórdísi Gísladóttur og við erum vinkonur. Hún er búin að vera það í nokkur ár og við erum búin að skrifa alveg fullt af bókum í sitthvoru lagi. En svo er þetta þriðja bókin sem við skrifum saman og við skrifum tvær bækur strák sem heitir Doddi. En þessi bók er stelpur sem heitir Vigdís Fríða og bestu vinkonur hennar sem heitir Rebekka og Geirlaug. Og þetta eru 13 ára stelpur og þær láta sig heiminn varða. Þeim finnst svona pottur víða brotinn og ákveða að taka málin svolítið í sínar hendur með pínu svona kostulegum kannski afleiðingum ef að hann má segja það. En þetta er eiginlega glæpasaga og hún hverfist glæp og Þórdís ætlar að lesa smá hluta úr henni fyrir ykkur. Já, ég ætla að lesa upphafskaflana af bókinni Hingað og ekki lengra. Fyrsti kafli. Ég heiti Vigdís Fríða Friðriksdóttir og ég er 13 ára. Ég bý í Síðumúla sem er frekar skrítin gata því þar eru eiginlega bara hin og þessi fyrirtæki, búðir, pósthús, fasteignasölur og tannlæknastofur. Ég bý fyrir ofan fasteignasölunina mömmu. Við erum 4 manna fjölskylda. Foreldrar mínir eru eiginlega alveg fáránlega gömul. Pabbi minn er 55 og mamma er 57 ára. Ég hef sko alveg lent í því að fólk heldur að þau séu amma mín og afi sem er frekar vandræðilegt. Kannski sérstaklega fyrir þau, allavega mömmu sem er mjög viðkvæm fyrir þessu. Svo ég eitt bróður, Andra Sæ, sem er 18 ára, en hann hegðar sér eins og hann sé gamalmenni. Hann heitir ekki Andri Snær eins og rithöfundurinn, heldur Andri Sær. En hann er samt oft kallaður Andri Snær og það fer frekar mikið í taugarnar á honum því hann segir að Andri Snær, rithöfundur, sé latti lepjandi lopa trefill með hausin upp í skýjunum. Svo ég stríð honum stundum og kalla hann Andra Snær. Hann er í menntaskólanum í Reykjavík sem hann kallar Lærða-skólan. Hann er ekki eins og venjulega menntaskólanemi. Hann gengur í jakkafötum og er oft með slaufu eða doppóttan silkiklút hálsinn. Og hann er eina manneskjan sem ég hef hitt sem slettir aldrei ensku. Fyrr myndi hann deyja. Hann hefur gríðarlegar áhyggjur af íslenskri tungu og er alltaf að segja ég hygg og að mínum mati og ávallt og einatt og eitthvað fáránlega skrítið og gamaldags. Og svo leiðréttar mig alltaf því þið tala sem er óþolandi og ógeðslega dónalegt. Því það skiptir miklu meira máli hvað maður segir heldur en hvernig maður segir það. Eða það finnst mér allavega. Þannig að ég held að það sé óhætt að segja að ég sé eina manneskjan á heimilinu sem lifir í nútímanum. Afgangurinn af fjölskyldunni samanstendur af gamalmennum og ýmsum aldri sem eru almennt sjúklega fornaldaleg í hegðun. Og það sem ég finnst skrýtnast er að mamma og pappa eru bara sátt við heiminn eins og hann er. Þrátt vera allt rugli sem blasir við á hverjum degi. Þau vil ekki breyta neinu, en ég vil breyta öllu. Ég vil að við hættum að menga svona hræðilega mikið og úða út gróðurhúsalofttegundum og fleygja plast út allt. Ég vil að stjórnmálafólk hætti að vera svona ógeðslega spillt og miklir astnar. Ég vil að allir séu góðir við börnin sín. Ég vil að fólk hætti að keyra jeppa með nagladekkjum og menga allt með svifryki. Og ég vil að við séum góðir við dýr og borðum þau ekki. En mamma og pappa, þeim sko bara sama alls konar mikilvæga hluti. Þau að jeppa og nenni eiginlega aldrei að labba. Mamma er alltaf að kaupa sér einhver fáránlega dýr föt og ég held hún hafi ekki farið í strætó síðan hún var 15 ára og átti heim í Garðabæ. Andra sagði líka sama mitt allt. Hann er bara að hugsa nýyrði og eignafall og viðtengingarhátt eða eitthvað álíka leiðilegt. Ég er eina manneskjan á heimilinu sem hugsa það sem skiptir raunverulega máli. Ég held þessu mér að segja hætta hann að hlusta á mig. Það kemur allavega oft svona tómlegur svipur yfir andlitið á pappa og mömmu þegar ég byrja að ræða mikilvæg málefni. Sem betur fer á ég 2 bestu vinkonur sem eru alveg sammála mér í baráttunni fyrir betri heimi. Það eru Geirlaug og Rebekka. Það eru eiginlega ennþá brjálar en ég yfir því hvernig allt í heiminum er. Allavega Rebekka. Hún segir að ég sé meira gamaldags en þær. En ég get ekki að því gert því ég sé alveg upp á fólki sem skilur ekki nútímann og veit ekki fórna forréttundum sínum til að gera heiminn betri. Ég er nú ekki alveg viss þetta sé rétt hjá Rebekku en allavega þróaðist vinátt okkar og barátta þannig að við ákváðum í sameiningu að gerast lögbrjótar í þágu mjög mikilvægs málstaðar. Annar kafli. Upphaf þess að glæpurinn var framinn tengist því að ég hætti að borða kjöt. Ég vildi ég geti sagt að mér hefði sjálfri dottið í hug en það var reyndar Rebekka sem fékk mig til þess. Rebekka er svolítið sérstök. Mörgum finnst hún furðuleg.
En það sem mikilvægast að vita hana að hún hefur mjög mikilvægar skoðanir og það líka hægt að fá hana til að breyta þeim. Ef hún ákveður eitthvað sér rangt, þá hættir hún því strax og gerir það aldrei aftur. Bara aldrei. Alveg sama hvað, sama ef hún ákveður eitthvað sér rétt, þá gerir hún það alltaf og gerir engar undantekningar. Við höfum verið saman í bekk síðan við vorum 6 ára og ég hef til dæmis aldrei síðan að fara við götu nema á gangbraut. Það getur verið alveg fáránlega pirrandi að labba heim með henni, sérstaklega þegar það er vont veður, því hún tekur ekki mál að hlaupa við götu á vitlausum stað. Alveg sama hvort það sé einhverju bílar á ferðinni eða hvort gatan sé alveg auð. Svo segir hún eiginlega allt sem henni dettur í hug án þess að velta því mikið fyrir sér, hvort einhver taki það nærri sér eða verði kannski vandræðalegur. Bara ef henni finnst eitthvað rétt, þá segir hún það, sama hvort það er kurteislegt eða ekki. Mamma segir stundum að hún sé ekki eins og fólk flest. Pabbi sagði einu sinni hún var svolítið rúðustrikuð í háttum og Andri segir að Rebekka sé sérvitringur. En eins og ég er búin að skrifa þá telst fjölskylda mín ekki alveg venjulega með nútíma fólk og þeim finnst margt frekar eðlilegt fólk vera undarlegt. En það var sem sagt einn dag í sumar að Rebekka sendi mér skilaboð sem voru svona: Mikilvægt, ég er hætt að borða dýraafurðir. Svo skrifaði hún: Vegan, allir eiga að vera vegan, skoða þetta núna. Svo dældi hún á mig fullt af linkum, bæði á heimildamynd og hellinga greinum á netinu. Ég og Geirlaug vorum þá heima hjá mér að horfa á RuPaul's Drag Race, þannig að ég sendi bara svona hugsandi broskall á móti. Klukkutíma síðar sendi Rebekka aftur skilaboð: Búin að horfa að lesa? Ég sagði ég væri reyndar að horfa á Drag Race með Geirlaugu, sem hún vissi vel, því ég hefði boðið henni líka, en hún hafði ekki viljað koma og sagðist ekki taka þátt í að horfa á þetta. Dragdrottningarnar þar notuðu svo mikið af glimmeri, sem er mjög skaðlegt fyrir umhverfið, þess vegna var hún að sniðganga þáttinn. Ég sá að Rebekka var búin að sjá skilaboðin frá mér, en hún svaraði ekki. Það er ekkert óvenjulegt fyrir hana, því eitt af mörgu sem hún aldrei fattað er hvað það er hrikalega dónlegt að sýna en svara ekki. 10 mínútum síðar var dyrabjöllunni hringt. Ég fór að opna því og Rebekka stóð á stigapallinum. Hún strunsaði inn, pásaði Drag Race og hélt þrumur ræðu yfir okkur Geirlaugu. Þá kom í ljós að hún hefði verið að labba fram hjá Hallgrímskirkju og gengi fram á eitthvað sem heitir Cube of Truth. Það er fólk sem stóð í hring með grímur fyrir andlitinu, sneri baki hvert í annað og hélt á spjaldtölvum þar sem sýnd var mynd frá sláturhúsum. Ég horfði á þetta lengi, sagði Rebekka, alveg þangað til ég var komið með gubbið upp í háls og næstum farin að grenja og þetta er bara viðbjóðslegt, þetta er dýraníð. Síðan hafði einhver í hópnum réttinni miða með upplýsingum og hún fór strax heim að kynna sér málið. Rebekka byrjaði að þylja staðreyndir yfir okkur Geirlaugu. Hvað það væri búið að drepa mörg dýr, hversu ömurlegu lífi húsdýr lifðu áður en þau voru drepin, hversu skaðlegt þetta væri fyrir umhverfið og það séu hættulegi vírusar sem geta smitast úr dýrum yfir í menn og valdið alls konar hættulegum sjúkdómum og jafnvel drepsóttum. Svo romsaði hún upp einhverjum hversu fá villt dýr var eftir og svo framvegis. Þegar Rebekka þagnaði, hrifsaði hún fjarstýringuna, fann mynd á Netflix sem hún skipaði okkur Geirlaugu að horfa á og kveikti. Myndin var svo hræðileg að ég get eiginlega ekki sagt frá henni. Ég reyni satt að segja að hugsa ekki mikið hana því ég fæ bara tárin í augun og helst vildi ég eiginlega að ég geti bara gleymt henni. En hvorki ég né Geirlaug höfum stungið svo miklu sem einum kjötbita upp í okkur eftir að við horfðum á þessa mynd. Þegar myndin var búin vorum við allar alveg sjúklega sorgmættar og sátum í þögn í smá stund með kökk í hálsunum og tár í augunum. Ég mun aldrei borða kjöt aftur, sagði ég. Og ekki ég heldur, sagði Geirlaug. Skyndilega opnuðust dyrnar og Andri gekk inn og lokaði eftir sér. Hann tók fyrst af sér leðurskólatöskuna sína sem hann óskaði sér í jólagjöf. Hún var mjög dýr og lítur út eins og töskur sem fólk notaði í gamla daga. Síðan fór hann úr skónum, hann losaði reimarnar en sparkaði þeim ekki af sér, eins og ég ger alltaf, heldur setti skóna í skógrindina við dyrnar. Svo vafaði hann að sér köflótt á treflinum, hnefti frá einni tölu á frakkanum sínum og horfði síðan á mig, Geirlaugu og Rebekku og klóraði sér í hausnum. Kom eitthvað fyrir? Spurði hann. Þið eruð á svipinn eins og þið standið yfir moldum lítils kettlings. Enginn okkar svaraði. Við vorum mjög alvarlegar og hugsandi. Eruð þið kannski haldnar skammdegis þunglindi? Spurði hann. Sem var algjörlega fáránlegt, þetta var seint í ágúst og fallegt veður og sól og mjög bjart úti. En þá sagði hann bara: verið ekki leiðar. Ég get glatt ykkur með því að fyrsti hlaðvarpsþáttur okkar félagana er kominn á öldur ljósvakans. Hvað hlaðvarpsþáttur? Ertu byrjað með podcast? Spurði Geirlaug. Tölum móðurmálið, börnin kær, sagði Andri sær. Ég,
Aron Breki Júlíusson og Þjóðrekur Hafstað, félaga mínir í Málræktarfélagi Menntaskólans, vorum að setja í loftið hlaðvarpsátt sem við köllum Óvinir ambagana. Þið hefðu nú aldeilis gott að hlusta á hann, lömbin mín. Óvinir amabanna, sagði Geirlaug og gretti sig. Nei, við erum að tala um ambögur, málfarsambögur, svo kallaðar, jafnvel málfarsglæpi, sagði Andri Sær og hristi hausinn yfir Geirlaugu. Jesús, sagði ég, hvernig nennið þessu? Getið ekki bara verið í handbolta eða tölvuleikjum eða byrja að rappa og drekka bjór eins og venlegt 18 ára fólk? Andri Sær hóði tilgerðarlega mæðulega á mig, Rebekku og Geirlaugu til skiptis. Ó þér unglingafjöld, sagði hann svo og setti handabakið á ennið. Svo fór hún úr frakkanum, hengdi hann upp og gekk inn í herbergið sitt. Þegar Andri Sær var farinn fórum við allar að endurspila mjög blóðugt atriði úr Netflix-myndin í huganum. Við vorum allar þannig á svipinn og ég vissi hvað það var að hugsa. Loks sagði Geirlaug og við þurftum aðeins að létta stemminguna og stakk upp á því að við myndum fram að máta skartgripinn hennar mömmu. Geirlaug finnst það mjög gaman, sem ég veist óskiljanlegt, því mamma er fasteignasali með mjög eldri konlegan smekk og alltaf einhverjum grænbláum og bleikum dröktum og silkiskyrtum með stóra og ljóta skartgripi, til dæmis gilt laufblöð í eyrunum og nælu í stíl. En Geirlaug segir hún sé algjörlega íkoníski klæðaburði sem ég veit reyndar ekki hvað þýðir. Og að stíllinn hennar minna á Vigdísi Finnbogadóttur sem Geirlaug lítur mikið upp til. Það er kannski ekki slæm líking því mamma mín elskar líka Vigdísi Finnbogadóttur. Hún elskar hann svo mikið að ég heiti í höfuðið á henni. Fram í stofu hangi líka stór innrömmu mynd af mér og Vigdísi Finnbogadóttur. Ég er bara sirka 1 árs með bollukinnar og mjög óhamingjusöm á svipinn, en Vigdís er mjög sæt og fín í vindjakka með úfið hár. Mamma hefur sko skriljón sinnum sagt mér söguna því þegar við hittum hann í Hríseyjarferjunni á leið í sumarfrí og hún bað að fá að taka mynd af okkur saman.